Góðan daginn allsumul og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá okkur í dag. Við ætlum að hefja þessa stund á bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir gæsku þína, þakka þér fyrir þennan hvíldardag og fyrir að þú skapaðir hvíldardaginn fyrir okkur til að verja tíma með þér, til þess að hvílast og endurnærast. Ég bið Drottinn að þú hreinsir okkur að allri synd og að þú gefur okkur skýran huga alltaf og sérstaklega í dag þegar við hlustum á orð þitt og rannsökum orð þitt saman. Ég bið að þú leiðir allar samræður hér í dag og að við mættum finna fyrir nærveru þinni. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja sálm númer 67. Vorn heim á Herran Guð. Og næst ætlum við að syngja sálm númer 73, Þín miskunn, ó Guð.
Þá ætla ég að lesa ritningavers og ritningaversi sem að Gavin hefur valið sér Jóhannesar Guðspjall, 13. kafli, 1-9. vers. Jóhannes 13, 1-9. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi Símonarsyni Ískariots að svíkja Jesú. Jesú vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús sagði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Kæri Faðir, þakka þér fyrir þessa miklu fórn sem að þú færðir fyrir okkur í syni þínum. Þakka þér fyrir að þú vilt þvo fætur okkar og hreinsa okkur og ég bið Drottinn að þú kennir okkur að taka við þinni fyrirgefningu og taka við þinni náð og frelsun. Og ég bið að þú sért sérstaklega með ræðumanninum í dag á eftir þegar hann predikar út frá þessum orðum. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Við skulum þá syngja sálm númer 322.
Við skulum þá taka upp gjafir og það renna til safnaðarsjóðs. Og hér sjáum við reikningsnúmerið og kennitöluna eða þið viljið hérna frekar leggja inn á reikninginn. Kæri himneski Faðir, ég þakka þér fyrir allt það sem þú gefur okkur. Þakka þér fyrir að við getum gefið og gefið til þíns málefnis og ég bið Drottinn að þú blessir þessar gjafir og margfaldir. Í Jesú nafni, amen. Þá ætlum við að syngja barnasálm og það er sálmur 6a, Allt sem fagurt finnst. Thank you.
ætlum við að heyra barnasögu og svo ætla Gavin að predika fyrir okkur. Well, first of all, thank you for the beautiful hymns this morning. Fyrst og fremst langum að þakka ykkur fyrir fallegu sálmana sem við vorum að syngja. Particularly this last one takes me back to when I was in school. Þessi síðasti sálmur sem við lásum var sá sem að tók mig aftur þegar ég var í skóla. And when we had assembly each week, we would sing hymns. Og þegar við myndum hittast einu sinni í viku þá sungum við sálma. This was just a regular secular school, but we would sing hymns and they would talk from the Bible. Þetta var bara venjulegur, ekki endilega trúarlegur skóli, en við sungum sálma og þá var lesið úr Biblíunni. How things have changed. Mikið hafa hlutirnir breyst. Although I don't think I'm that old. Anyways, góðan daginn og velkomin aftur. Remember last week we were talking about Ukraine. Munið í síðustu viku þegar við vorum að tala Úkraínu. Do you remember? Munið eftir því. And how do we pray? Hvernig byggjum við? And during this week I came across a few stories of some people who were praying, or obviously praying, in this situation. Síðustu viku þá rakst ég á sögur fólk sem var að biðja í þessari aðstöðu. I'm just trying to find this one picture. Ég ætla að finna hérna mynd. Yeah, here it is. This is not a good picture. Það ekki góð mynd. Do you know what this is? Vitið þið hvað þetta Do you know what that thing is there? That is apparently an 8-meter missile. Þetta 8 metra eldflug. Do you know how long 8 meters is? Vitið þið hvað 8 metrar eru? Langt. So if you stand at the wall and take 8 big steps, Ef þið standið þarna við vegginn og takið stór 8 skref. that landed right next to an Adventist church Og þessi flug lenti við hliðin á aðventkirkju and didn't go off. og hún sprakk ekki. There was another story, and I hope I can get this right, but it was something like this. Svo önnur saga, ég veit ekki alveg hvort ég hafa náð henni alveg rétt, en hún svona. There was an Adventist pastor and his family Það var eating, aðventista prestur og fjölskylda hans voru að borða saman. or rather they were preparing for their food Og þau voru að undirbúa matinn in Ukraine. í Úkraínu. And the pastor suddenly felt impressed to tell his wife and kids to go down into the basement to eat. Og prestinum fannst eins og hann þyrfti að segja börnunum sínum og konunum sinni að fara niður í kjallara og borða þar. So they went downstairs to the basement, Og þau fóru niður í kjallara and then he went back upstairs and he got the food and he moved from the kitchen to another room. og hann fór upp og náði matinn, fór út úr eldhúsinu og inn í annað herbyggi. And at that moment, guess what happened? Og akkurat þegar það gerðist, hvað haldið það gerst? A missile went through one wall, Það kom eldflög gegnum vegginn, einn vegg, through the kitchen, gegnum eldhúsið outside the other wall, og út hinn vegginn and landed in the garden and didn't explode. og lenti í garðinum en sprakk ekki. That's quite something, isn't it? Þetta hefur verið daldið. I heard another story Svo heyrði ég aðra sögu where there were some Ukrainian soldiers defending their town, að það voru nokkrir úkraínskir hermenn sem voru að verja bæinn sinn and they were on the front line and the Russians soldiers were out there. og þeir voru í fremstu víglínu og rússarnir voru þarna hinum megin. And the Russian soldiers, they had lots of tanks and armored personnel carriers. Og rússarnir voru með mjög mikið af vopnum og mikið af skriðdrekum. They had a lot more than the Ukrainians did. Þeir voru með miklu meiri vopn heldur en Úkraínumennirnir. Well, one of the Ukrainians defending was a Christian, and he called his dad on his cell phone. Einn af þessum hermennum var kristinn og hann hringdi, excuse me? He called his father on his Já, cell hann phone. hringdi í pappa sinn í gegnum síman And he said, Dad, we're right in front of the Russians.
and they completely outgun us. Og hann segi, pappi, við erum bara rétt fyrir framan rússana og þeir eru alveg með mikla yfirbyrði með okkur. Please, can you get the church to pray? Getur þú beðið kirkjuna að biðja fyrir okkur? So the father, I think Randall was part of a prayer network. Pappans var hluti af bænaneti And he immediately got the people in the church praying together. og hann fekk fólkið í kirkjun til að biðja saman. And half an hour later, Hálftíma seinna the son called back to his dad. þá hringdi sonurinn aftur í pappa sinn He said, you will never guess what happened. og hann sagði, þú mútt aldrei trúa því sem gerðist. We were standing there, Við stóðum þarna and all of a sudden there was this brilliant white, like flash of lightning in the sky. og allt í einu kom rosalega bjart ljós eins og elding á himni. And when we looked, Og þegar við letum, all of the machinery of the tanks and so on that the Russians had were destroyed. og þá var búið að eyðileggja öll vopnin og skriðdrekana hjá rússum. That's quite amazing, isn't it? Þetta ekki ótrúlegt? Imagine what God can do for you. Ímyndið ykkur hvað Guð getur gert fyrir ykkur. Imagine what God can do for this church. Ímyndið ykkur hvað Guð getur gert fyrir þessa kirkju. Because in a similar way, we are constantly under the attack of Satan. Og svipaðan hátt þá eru við alltaf undir árás frá Satan. And the amazing thing is that sometimes we can pray and Satan's bombs fail to go off. Og það ótrúlega það að við getum beðið og sprengjunar hans Satans, það hægt að virka. And of course, we have many stories like this in the Bible, Og við erum með margar svona sögur líka í Biblíunni. where when God's, for example, I think it was with Jehoshaphat, when they sing praises to God, Þegar að Jósafat og þeir voru syngja Guði til dýrðar, they go out to battle, þeir fóru út til að berjast and they suddenly find that all their enemies are dead. og þau sáu allt í einu að allir óvinni voru bara dánir. There's one story where the enemies turn on each other and kill each other. Og svo var önnur saga þar sem að óvinnirnir bara snerust gegn hvorum öðrum og drápu hvorn annan. There was one story, again, I heard this week, where the Russians had taken over a part of the town Og in svo var Ukraine. önnur saga sem ég heyrði að rússarnir höfðu tekið hluta af bæ í Úkraínu. And they, to show that they had conquered this part, they took down the Ukrainian flags. Og til þess að sína fram og þeir voru búin að taka yfir þennan hluta bæjarins, þá tókuðu niður alla úkraínsku fánana. Guess what they did with these flags? Hvað haldið þið hafi gert við þessa fána? They put them on their tanks Þeir settu þá á skriðdrekana sína. to show that they had conquered this area. Til að sína að þeir höfðu sigrað þarna á þessu svæði. And then guess what happened then? Hvað haldið þið hafi gert svo? Another Russian unit came around the corner, saw the tanks with Ukrainian flags on, and destroyed them. Og þá kom allt í einu skriðdreki handan við hornið sem var frá rússunum, sá fánana og hélt að þeir væru frá Úkraínu og skaut á þá. When I first heard that story, it was sort of, whoa, this is strange. Þegar ég heyrði þessa sögu fyrst þá hugsaði ég, vá, hvað þetta er skrítið. That's exactly what God did among the enemies in the Bible. Og svona gerði Guð akkurat meðal óvinnanna í Biblíunni. Well, the point is that God does amazing things when we pray. Málið að Guð gerir dásamlega hluti So þegar I við would biðjum. encourage us to continue praying for peace in Ukraine. Við skulum halda áfram að biðja að það megi ríkja friður í Úkraínu. When you pray, God can do amazing things. Þegar maður biður þá getur Guð gert stórkostleg kraftaverk. Let's pray. Við skulum biðja saman. Father in heaven, we pray for your power to be at work. Faðir minn á himnum, við biðjum að þinn krafti megi vinna. For your power to bring peace. Að krafti þinn megi leiða til friðar. And as we said last week, we know things in the world are getting worse. Og eins og við sögðum í síðustu viku, þá vitum við að hlutirnir í heiminum eru bara versna. But we still pray for peace. En við biðjum samt fyrir friði. That you will bring an end to this madness. Að þú megir gera það verkum að þetta æði megi ljúka. And people can become whole again. Og að fólk megi verða heilt aftur. We pray in Jesus' name.
Við byggjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Virkar þetta? I'm glad you stand on that side. Ég er glaður að þú stendur hérna megin. I don't know, you know. Heyrist? There's something, I don't know whether, you know, when you're walking along with someone, do you always need to stand on the particular side of somebody? Þegar maður gengur við hliðina á einhverjum, þá vill maður oft standa við sérstakar hlið, ekki bara hvora hliðina sem er. I don't think I could preach standing on that side. Ég held ég get ekki predikað vinstra megin við túlkinn. Something wouldn't work about it. Það myndi einhvern veginn ekki ganga upp. Okay, I've picked up, not my iPhone, so I'm not going to be able to preach from that. I thought, how did someone get the picture of these two kids on my phone? Ég ekki með minn síma, en ég get ekki predikað út frá honum. Hver setti myndir af þessu? All right. Before I do that, let me just spend a couple minutes to introduce something to you. Áður en ég predika þá ætla ég að kynna dálítið fyrir ykkur. Yesterday, we sent out an email with links to Icelandic Bible studies. Í gær þá sendi kirkjufréttir út hlekk með íslenskum biblíuleksjum. This is one thing that we have been challenged with. Þetta eitt af áskorunum okkar. So now we have a set of, let me count how many, I always forget, 66 or 68 Bible studies. Við erum með 66 eða 8 biblíuleksjur. Somewhere around there, anyways. And you can download them online. Það hægt að hala það niður. Or if you want, you can come to the office and ask us and we can print it out on paper. Eða ef þið viljið, þá getum við líka að prenta þær fyrir ykkur niður á skrifstofu. You can get the full work like this. Og þið getur fengið líka allt verkið. You can bind it together. And Getur fengið einbundið svona í gorma. so I'm just curious how many there are. I've forgotten. Yeah, 68. 68. Or we can, it's divided into sections. Og þessu sem sagt deilt niður í hluta. And we can divide it up into individual like magazines. Það hægt að búa til svona litla bæklinga. So it's not too intimidating if this seems a bit large. Svo það sé ekki, svo þetta vaxi okkur ekki í augum. And let me just explain how this is designed. Ég ætla aðeins að útskýra fyrir ykkur hvernig þetta hannað. When I was a kid, when my father did baptismal studies with me, Þegar ég var krakki og pabbi var að lesa með mér fyrir skýrn, we just had this very simple list of doctrinal Bible studies þá var svona bara einfaldur listi af kennisetningum based upon our beliefs. sem voru byggðar á því sem við trúum. And as I got older, I always wanted to write a book on spiritual disciplines. Og þegar ég var eldri þá langaði mig alltaf að skrifa bók andlegan aga. Like the 28 fundamental spiritual disciplines. Já, 28 andleg agaþættir. Very simple things like, you know, how do we study our Bible? Til dæmis eins og hvernig eigum við að rannsaka Biblíu? How do you keep a spiritual journal? Hvernig á maður að halda andlega dagbók? Things that deal with what we do, not just things we believe in our heads. Hluti sem við gerum, ekki bara það sem að við hugsum í huganum. On the front of this, it's called Eid Thráð. Já, fremst á þessu stendur ein þrá. And it's based on Psalm 27, verse 4. Sem byggt á Salmi 27:4. Where David says there is one desire that he has. Sem að Davíð segir að hann sé með eina þrá. And that is to go to the temple.
Og það að fá að dvelja í húsi drottins. and gaze upon the beauty of Jesus. Og fá að skoða yndisleik Jesús. I found that an astonishing text for many years. Við höfum alltaf fundist þetta alveg stórkostlegur texti, And undraverður. ultimately, everything we study, everything we do is to get us to that point, to bring people to that point. Og allt sem við gerum og allt sem við rannsökum einmitt til þess að koma okkur að þessu atriði. This is organized in, well, essentially 5 main sections. Og þetta skipulagt í 5 kapla. The first deals with just foundations and looking at sort of the big picture of what God is doing. Og fyrsti kaplinn svona undirstaðan og að tala það sem Guð að gera. And the rest of it is designed that following the process of how our human hearts are changed. Og afgangurinn hannað þannig að hjálpa okkur að sjá hvernig hið mannlega hjarta breytist. So this one here is on the foundations. Og fyrsta hérna undirstöðnar. The second one Nummer is where we start in our spiritual journey is how do we learn to be more open to God? Hvernig við lærum að vera meira opin fyrir Guði. Because if my heart is closed to the Holy Spirit, I'm not going to learn or be doing anything with God. Að þegar hjarta mitt lokað fyrir heilugum anda þá ég ekki að fara að gera neitt fyrir Guð. As I open my heart towards God, faith then has an opportunity to come in. Þegar ég opna hjarta mitt fyrir Guði þá gerist það að trúin getur komið inn. So this is all the things related to faith. Þannig að þetta allt sem að tengist trúnni. When we trust God, Þegar við treystum Guði, we then have the possibility to depend on Him completely. þá höfum við þannig möguleika að geta verið háð honum algjörlega. I am not going to trust everything I am and have to God if I don't really trust Him. Ég get ekki treyst Guði fyrir öllu sem ég og öllu sem ég hef ef ég treysti honum ekki. And so when I trust Him enough to give Him everything I am, Þannig að þegar ég treysti honum nógu mikið þannig að gefa honum allt sem ég hef, then when we put ourselves, our carnal natures to death, þannig að þegar við deyðum okkar holdlega mann, the Holy Spirit comes into that space with the nature of Jesus. þá kemur heilagur andi inn með þetta eðli Jesú. So that one then is about how that all works. Og þessi bæklingur það hvernig það virkar. And so when the nature of Jesus is within us, Og þegar að eðli Jesú í okkur, the final section is on mission, God's work. og þá hér fjallað í síðasta bæklinum útbreiðslustarf, starf Jesú. Then we can do God's work with God's character and God's power. Þá getum við unnið fyrir Guð í krafti Guðs og með Guði. So inside of this whole series are all the things that we believe as Adventists, or a lot. Þannig að inn í þessari bók þá allt sem við aðventista trúum eða flest af því. And lots of the practical things to learn to live life as a Christian. Og þessu gagnlegu atriði sem við þurfum að læra til þess að vera kristnir. Obviously, you're not going to study 68 studies in a couple of weeks. Já, þeir ekki að fara að rannsaka 68 leksjur á nokkrum vikum. So it's really designed as an introduction in your first couple of years of being a Christian. Svona meira eins og inngangur að fyrstu 2 árunum sem þú gengur sem kristinn einstaklingur. Looking at all the essential things to know and be able to do. Og þá tekið á því allra nauðsynlegasta sem maður þarf að vita. It can be used to prepare people for baptism. Það hægt að nota þetta til að undirbúa fólk til skírnar. And inside this is the English version, but I'll just show you. Þetta til dæmis enska No, I útgáfan. can do it in Icelandic here. Hérna íslenska. So it's kind of like a menu
Þið sjáu þetta er svona eins og matseðl. So you don't have to start at the beginning and go all the way through in sequential order, Maður þarf ekki að byrja á byrjuninu og fara í gegnum allt í réttri röð. but you can choose the ones that are most appropriate for someone that you were studying with. En þá getið þið valið úr það sem að ykkur finnst eiga best við þann sem að þið eruð að rannsaka biblíuna með. Or if you just want to go back and look again at the foundations of what we believe, is an opportunity to do that. Eða ef þið viljið fara bara tilbaka og aðtúa hvað það er sem við trúum, þá er bara mjög gott og gagnlegt til So þess. if you're welcome to come and have a look at it after we finish. Ef þið viljið skoða þetta eftir á þegar við erum búið hér And as I said, if you want to study with somebody, og ef þið viljið rannsaka með einhverjum let us know and we can make this available to you. og láta okkur vita og þá getum við látið ykkur fá þetta efni. Great. Owen stole my iPad, Já, Owen tók iPad-ið minn, so I'm onto a much smaller thing where my glasses are more essential. þannig að nú er ég með miklu minni skjá og ég þarf að nota gleraugu mín. I've never been brave enough, I think, just to try and use my phone all by itself, but we'll see how it goes. Ég hef aldrei verið nógu hugrekkur til að nota bara símann en við sjáum hvernig þetta fer. And let's pray. Við skulum biðja. Father in heaven, we pray that your words here in John 13 will shape the way we live. Faðir okkar á himnum, ég bið þig að þessi orð í Jóhannesi Guðspjalli 13. kapla megi móta huga okkar May your Holy Spirit be our guide. og mætti heilagur andi leiða okkur. And as always, may your glory be our supreme concern. Og eins og alltaf mættum við hafa efst í huga þína dýrð. Amen. Amen. In the context of the astonishing things that are happening in the world, Í tengslu við þessa ótrúlegu atburði sem er að eiga sér stað í heiminum í dag, we're taking a few moments to prioritize or reassess our priorities. þá erum við núna að líta og aðtók hvað í rauninni skiptir mestu máli í okkar lífi. As followers of Jesus, are we putting our efforts in what is most important? Sem fylgjendur Jesú erum við að leggja áherslu á það sem skiptir mestu máli. Because as you can see, what's happening in Ukraine Því það sem er að gerast í Úkraínu could blow up to a much bigger tragedy in the world. gæti sprungið í lofti borðið að miklu verri atburðum. We don't want to be like those Jesus warned about, Við viljum ekki vera eins og þeir sem Jesús varaði við, where things happen so rapidly we just weren't prepared. að hlutinni gerist svo hratt að við erum ekki undirbúin. And from what I can see and thought out about for a long time, Og það sem ég get séð og hef séð fyrir í langan tíma, the most important thing we can do in this world is to reflect the character of Jesus. það mikilvægasta sem við getum gert í heiminum í dag er að endurspegla Jesú. Because that is what enables us to demonstrate to people Það hjálpar okkur að sýna fólki that there is a God að það er til Guð and that God loves them. og Guð elskar þau. The problem is that Og vandamálið er all of us struggle with this. öll okkar berjumst við þetta. Because living out the character of Jesus is the complete opposite of our own carnal natures. Vegna þess að við lifum eins og lindisengun Jesú, það er akkurat öfugt við okkar holdlega eðli. So there can be nothing better, therefore, to spend some moments just to focus on Jesus and what he does. Það er í rauninni ekkert betra en að virða fyrir sér Jesú og hans orðum. Because the more time we spend looking at him, the better chance we have in reflecting him. Því vegna þess að því meira sem að við lítum til hans, þá eigum við meiri möguleika á að geta endurspegla hann. A few weeks ago when I was praying about what passages to choose, Fyrir nokkrum vikum síðan var ég að velta fyrir mér úr hvaða biblíu hlutum ég ætti að predika. I was just thinking to myself, when we think about the Bible, what passages are most striking revelation of who Jesus is? Þá spyr ég hvaða
hlutir í biblíunni eru það sem að svona kalla á mesta athygli þegar við erum að ræða hver Jesús For me, in the Old Testament, that's Isaiah 53 that we looked at last week. Í Gamla testamentinu fyrir mér þá það Jesaja 53 sem við lutum á síðast. And this week we're looking at John 13, which I like to think of of Isaiah 53's twin. Og svo það Nýja testamentið, Jóhannesar Guðspjall 13. kapli, því að mér finnst eins og þetta sé tvíburi Jesaja 53. So please open your Bibles to John 13. Við skulum fara aðeins í Jóhannesar Guðspjall 13. kapla. I think this must be one of the most dramatic chapters in the Bible. Þetta einn af þessum köflum í Biblíunni sem eru stórkostlegir. And we'll start with the first part of verse 1. Við skulum byrja á fyrri hluta fyrsta vers. Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. So Jesus knows his mission is just about at the end. Jesús veit að nú hans starfi að ljúka. So in these last few fragments of time, what is Jesus going to do? Þannig að í þessu síðustu stundum þessa tíma, hvað Jesús að fara að gera? The next part of verse 1, Næsti hluti versins. John says he had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. So at the very end, when there's hardly any time left, Þannig að alveg í lokin þegar það engin tími eftir. Jesus is thinking about how can he demonstrate his love to his disciples. Þá Jesús að hugsa, hvernig get ég sýnt kærleika minn til lærisveinanna? Another way of translating this verse is that Jesus looked to reveal to them the full extent of his love. Og það átt að líta öðruvísi á að þetta í þessu versi Jesús að hugsa hvernig getur sýnt á allra besta máta hans kærleika til þeirra. In other words, they might have seen Jesus' love before, Það getur verið að þeir hafi séð kærleika hans áður. but what he's going to do now is going to blow their minds. En í þetta skipti sem hann að fara að gera núna mun algjörlega taka það út af sporinu. Verse 2 begins, Fyrsta vers, annað vers byrjar þannig. it was time for supper. Kvöldmáltíð stóð yfir. Now, if I read that in a story, I would kind of think that it was time for supper and Peter and John were laying the table. Nú ef þetta væri svona bara venjuleg saga þá myndi ég hugsa, já, nú komið að kvöldmáltíð og Pétur og Jóhannes eru að leggja borðið. That's not what's happening here. Það ekki það sem að gerast hér. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas, son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi Símonar sinni Ískariots að svíkja Jesú. Think about this from Satan's perspective. Hugsaðu þess út frá þessu, út frá hlið Satans. Satan had been working a very long time to get things to this point. Satan hafði verið að vinna lengi til þess að hlutirnir væru komnir á þetta stig. This betrayal that Judas is about to do is not a last-minute thought. Þessi svik sem að Júdas að fara að framkvæma ekki bara svona eitthvað sem að gerast þarna á augnablikinu. Satan has been shaping the thinking of Judas from the moment he tried to sign up with Jesus. Satan var búinn að reyna að móta huga Júdasar alveg frá upphafi frá því að hann vildi fá að slást í för með Jesú. And right now, Judas is right next to Jesus. Og núna Júdas við hliðina á Jesú. They're sitting around the table, Þeir eru að setja við borð and Judas is right in the middle of it all. og Júdas þarna mitt á meðal. In front of them is the bread that is going to be broken, Þarna fyrir fram á þá brauðið sem mun vera brotið the wine that is going to be drunk, og vínið sem mun vera drukkið all symbolizing Jesus' imminent death. sem að táknaði dauða Krist sem myndi brátt koma af. But something else is wrong.
En svo eitthvað sem líka að. There is a silence hanging in the air. Það einhvers konar þögn sem í loftinu. There is an elephant in the room that nobody wants to talk about. Það fíll í herberginu sem enginn vill tala In that culture, before you would sit down to a meal, a servant would come in and wash your feet. Í þessari menningu þá var það áður fólk gekk til að borða, þá var þjónn í herberginu sem myndi þvo á manni fæturna. But no one wanted to do it. En þarna var enginn sem vildi taka þetta að sér. Why? Af hverju? Well, these disciples had just been arguing with each other. Þessir lærisveinar höfðu verið að rífast. James and John had asked Jesus to sit next to him in the kingdom. Jakob og Jóhannes höfðu beðið Jesú að fá leyfi til að sitja við hliðina á honum í konungsríkinu. And the rest of the disciples were so angry they could spit nails. Og hinir lærisveinar voru svo reiðir að þeir gátu ekki hamið sig lágið. It was so severe Það var svo slæmt that it appeared that a split would be created within the group. að það var eins og að væri að myndast einhvers konar klofningur innan hópsins. Judas had also wanted to be the highest in the kingdom. Júdas vildi líka vera hæstur í konungsríkinu And that's why he moves right next to Jesus. og þess vegna fer hann beint til Jesú þar við hliðina á honum. If they were going to be competitors, Eða áttu einhver að vera í samkeppni, he was going to get in first. þá var það hann sem ætlaði að vera fremstur. Again, imagine Satan standing in the room watching. Ímyndið ykkur Satan standa þarna í herberginu og horfandi á. What a triumph. Já, hvílík rifrildi. Jesus is just about to die. Nú Jesús alveg við það að deyja. Judas, the one who is going to betray Jesus, is right next to him. Nobody suspects anything. Og Júdas sem ætlar að svíkja Jesús þarna við hliðina á honum. The disciples are so angry with each other. Og lærisveinarnir allir reiðir út í hvorn annan. At that moment, they couldn't even speak. Við gátum ekki einu sinni tala saman á þessu tímapunkti. What a start to God's church. Já, hvílík byrjun á kirkju Krists. Unless something dramatic happened, Það eitthvað mjög dramatískt að eiga sér stað. this little group Þessi litli hópur would be completely destroyed. myndi eyðileggjast algjörlega. Jesus, however, knows what they're all thinking. Jesús vissi samt alveg hvað þau voru að hugsa. Jesus alone knows what Judas is about to do. Og Jesús einn veit hvað Júdas að fara að gera. But look what happens next. En aðtöðu hvað gerist svo? Verse 3 to 5. Í versi 3 til 5. Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to God. So he got up from the table. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig, síðan hellt hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. When it comes to this communion service, I am continually baffled. Þegar ég skoða þessa þjónustu kvöldmáltíðar, þá ég algjörlega agndofa. I do not grasp the significance of what is going on here. Ég skil í rauninni ekki hvað þetta þýðir í rauninni. Jesus is the creator of the world. Jesús skapari alheimsins. He has lived for millions and billions of years in eternity past. Hann hefur lifað milljónir og billjónir ára. He has sat on a throne in front of the entire Hann universe. hefur setið á hásæti fyrir framan allan alheiminn. And here he humiliates himself by taking the role of a common human servant. Og hérna auðmýkir hann sig með því að taka á sig þjónshlutverk.
From the way his clothes are described, Og eins og fötunum hans lýst, it's not just any type of servant that Jesus is dressed as, it's the lowest servant. hann ekki klæddur eins og svona fínn þjónn, heldur svona lágstjættaþjónn. A servant that both Jews and Gentiles would despise. Þjónn sem að bæði gyðingar og heiðnir myndu líta niður á. So when Jesus decided to show his disciples the full extent of his love, Þannig að þegar að Jesús ákvað að sýna lærisveinum sínum sem sterkasta hátt kærleikasendi þeirra, washing their feet með því að þvo fætur þeirra, was the greatest thing he could have done at that point. þá var það stærsta sem hann hefði nokkuð tíma geta gert á þessari stundu. Because the king and creator of our universe Vegna þess að konungur og skapari þessa alheims is washing the feet að þvo fætur of men who are arguing, manna sem að rífast, arrogant, sem að hrokafullir, egotistical, sjálfselskir trying to elbow their way up to the highest place in the kingdom. og að reyna að berjast fyrir því að komast á hæsta staði í himnaríki. And one of them is about to betray him completely. Og einn af þeim við það að fara að svíkja hann algjörlega. In The Desire of Ages, Ellen White writes that Jesus started with Judas first. Í þrá aldanna segir Ellen White að Jesús hafi byrjað með Júdasi. Judas the thief. Júdasi, þjófnum, Judas the liar. legaranum. Judas the one who had come into the group from the very beginning to get what he wanted. Sem hafi komið inn í þennan hóp bara með það að leiðarljósi að fá það sem hann vildi eignast. Now later on, Jesus says clearly to the group that someone is going to betray them. Seinna segir Jesús mjög skýrt við hópinn að það sé einhver sem vilji svíkja. Judas knows what Jesus is talking about. Júdas veit nákvæmlega hvern hann að tala. But what I think is fascinating En það sem ég finnst athyglisvert is that nobody else does. að engin annar gerir sig grein fyrir þessu. If you skip ahead to verse 28 and 29, Ef við förum í vers 28 og 29, when Jesus said that someone is going to betray him, it says none of the others at the table knew what Jesus meant. þegar Jesús segir að það muni einhver svíkja hann, þá stendur en engin þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. Since Judas was their treasurer, some thought Jesus was telling him to go and pay for some food or give some money to the poor. En af því að Júdas hafði pingjuna, héldu sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann, kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Think about this. Hugsið aðeins þetta. In the last moments before the crucifixion, Á þessu síðustu stundu rétt fyrir krossfestinguna, Jesus had the chance to expose Judas. þá hafði Jesús tækifæri til að fletta ofan af Júdasi. Since the very beginning of their travels together, Alveg frá upphafi þegar þið byrjuðu að ferðast saman. Jesus had so many opportunities Jesús var með svo mörg tækifæri to pull the disciples all together að fá alla lærisveinana saman and say, listen guys, og segja við þá, vitið hvað? there is a thief among us. Það þjófur hérna mitt á meðal okkar. He has been stealing from everybody, Hann búinn að stela frá okkur öllum and his name is og Judas. hann heitir Júdas. It's time we say goodbye to him. Það komið tími til að segja bless við Júdas. But even at this point, En meiri segja þarna á þessari stundu Jesus does not expose Judas's sins. að þá opinberar Jesús ekki synd Júdasar. Jesus does not humiliate Judas. Hann auðmýkir hann ekki. Indeed, Jesus could have gone around all of the disciples in the group. Hann hefði getað farið til hvers og eins þeirra í hópnum. He could have listed all the terrible things that each one was thinking and saying behind his back. Hann hefði getað talið upp allt sem að þeir hver og einn voru að segja og hugsa þegar hann var ekki vissar. He could have said, I love you all very much, Hann hefði getað sagt, ég elsku ykkur alla mjög mikið. and I need to tell you what you're doing wrong. Ég þarf að segja ykkur hvað þið eru að gera rangt. But here, he doesn't. En hérna gerir hann það ekki. Instead, Jesus humbles himself Frekar þá auðmýkir hann sig and washes their dirty, stinking feet. og þvær skítuga og illa lyktandi fætur þeirra.
And in this humble act of love, Og í þessum auðmjúka verknaði, their hearts begin to melt. og þá bráðna hjörtu þeirra. Jesus knew that the best way to deal with this rivalry Jesús vissi að besta leiðin til þess að berjast gegn þessari baráttu á milli þeirra was not to give them a lecture about their sins. var ekki það að gefa þeim einhvers konar fyrirlestur syndir þeirra. Jesus knew that they needed to be exposed to genuine divine love. Jesús vissi að þeir þurftu að sjá sanna ást. This becomes so overwhelming to Peter. In verse 9, he says, well, wash every part of me. Þetta verður svo yfirþyrmandi hjá Pétri að hann segir, þvoðu mig allan. Ironically, this act of humble love was the last straw for Judas. Á kaldhæðinn hátt þá var þessi kærleiksríki verknaður síðasta haldreipið fyrir Júdas. This act of humiliation Þessi auðmýking convinced him sannfærðan he was right to betray Jesus. að það væri rétt á honum að svíkja Jesú. Verse 27 says, Versi 27 kemur fram, Satan entered into him and he left. og eftir þann bita fór Satan inn í hann. You see, Judas reckoned that if humbling yourself like this was what Jesus' kingdom was all about, að auðmýka sér svona, það konungsríki Guðs, he didn't want to have anything to do with it. þá vildi hann ekki eiga neitt hlut í því. He left all by himself. Þannig að hann fór einn. And I guess to paraphrase one of the verses we looked at last week in Isaiah 53, Og til að umorða eitthvað sem versum sem við vorum að lesa í síðustu viku, there was nothing in what Jesus did that attracted Judas to him. það var ekkert sem Jesús gerði sem að laðaði Júdas að honum. In this case, the sifting of the sheep and the goats Í þetta skipti þá var þessi að færa hafrana frá sauðunum. it happened by a revelation of divine love. Það var gert vegna þess að það birtist guðlegur kærleikur. Jesus did not need to point out Judas's faults. Jesús þurfti ekki að benda á syndir Júdasar. By revealing humble love, Judas walked away. Bara með því að sýna auðmjúkan kærleika, þá But- gekk Júdas í burtu. But in the same act, En með sama verknaði, it pulled these arguing disciples together. þá voru þessir lærisveinar sem rifust, þeir voru dregnir saman í einn hóp. Because they were being pulled towards Jesus. Því að Jesús hann laðaði þá til sín. Sometimes we can be tempted to think Stundum getum við slesast til að hugsa that we will purify the church by pointing out people's faults. að við munum hreinsa kirkjuna með því að benda á galla hjá fólki. I know I certainly have in the past. Ég hef svo sannarlega gert það í fortíðinni. But here, it is a genuine act of divine love that pulls people together. En hérna það þessi guðlegi kærleikur sem að dregur fólk til hvers annars. If we want to purify the church, Ef við viljum hreinsa kirkjuna, let's start by following Jesus' example, þá skulum við byrja á að fylgja eftirdæmi Jesú. where we imitate his humiliation. Þar sem að við auðmýkjum okkur eins og hann. By humbling our own hearts Með því að auðmýkja hjarta okkar. and serving those with love with those we disagree most. Og sína kærleika sérstaklega þeirra sem við erum sem mest ósamála. But we haven't really gotten to the main point of this passage yet. En við erum ekki komin á aðalatriðinu í þessu How texta. could Jesus do this? Hvernig gat Jesús gert þetta? Because I struggle with this. Því ég að berjast í bökkum við þetta. What enabled Jesus to wash the feet of a thief and a liar? Hvað var það sem að gera það verkum að Jesús gat þvegið fætur þjófs og legara? How could he come and go around a whole group of people who were so angry with each other they were splitting themselves into pieces?
Hvernig gat hann farið á milli þessa fólk sem voru svo reiður út í hvort annar þeir gátu ekki þola hvort I annar? think this is really, really important for us to grasp. Þetta mjög mikilvægt að skilja. Because we all have people that we struggle to get on with. Því að það alltaf eitthvað fólk sem að við þurfum að berjast við að geta verið í kringum. We have people that have caused us pain. Það fólk sem hefur valdið okkur sársauka. We all have people who we think are working against us. Og það alltaf einhverjir sem okkur finnst þess að sé að vinna gegn manni. So what can we learn from Jesus' example? Hvað getum við lært af dæmi, In fordæmi Jesú? dealing with people who have betrayed and disappointed us. Þegar við eigum við fólk sem hefur svikið okkur og valdið okkur vonbrigðum. I think the key is going back in verse 3, Og lykilatriðið að finna í versi 3, where John is describing what Jesus was thinking just before he picked up the bowl and the towel. þar sem að Jóhannes lýsir því sem að Jesús að hugsa þegar áður en hann tekur upp handklæðið og laugina. Let me read verse 3 again. Við skulum lesa vers 3 aftur. Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and he would return to God. So, he then did what he did. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs, svo að hann stóð upp. To love people with a humble heart, this verse tells us that Jesus was aware of three things. Að elska fólk með auðmjúku hjarta, þá eitt sem að Jesús gerði sig grein fyrir, eitthvað þrennt. Firstly, he knew that his Father had given him authority over everything. Hann vissi það að Faðirinn hafði gefið honum vald yfir öllu. And in this case, over the schemes of Satan. Og í þessu tilfelli yfir belli brögðum Satans. Secondly, Jesus knew where he had come from. Og Jesús vissi líka hvaðan hann kom. He was secure in his divine origin. Hann var öruggur sinn uppruna. Thirdly, Jesus knew he was going back to God. Og Jesús vissi líka í þriðja lagi að hann væri að fara aftur til Guðs. He was secure in his divine destiny. Hann var alveg öruggur sitt guðlega, það sem hann var að fara að gera. Satan was at work to destroy this group. Og Satan hann var að vinna að því að eyðileggja hópinn. But Jesus was not worried. En Jesús hafði ekki áhyggjur af því. Jesus was confident and secure in the power that he had. Jesús hann var öruggur og hann var viss í þeim mætti sem hann hafði. Where he had come from and where he was going. Hvaðan hann var að koma og hvert hann var að fara. And that confidence enabled him to pull out a bowl and a towel. Og þetta öryggi sem hann hafði gaf honum styrk til þess að taka upp handklæði og laug. So let's apply this. Þannig að nú skulum við yfirfæra þetta. You all, we all are sons and daughters of God. Við allir inni eru synir og dætur Guðs. So firstly, Þannig að í fyrsta lagi, you can also be secure þið getið verið örugg það in knowing that the Father has given you authority over all evil. að Faðirinn hefur gefið ykkur vald yfir öllu illu. Secondly, Í öðru lagi, you can be secure knowing where you have come from. þið getið verið viss það að þið viti hvaðan þið komið. For you have been created by the creator of this universe Þið hafa verið sköpuð af skapara þessa heims to reflect the glory of the character of Jesus. til að endurspegla lyndiseinkunn Guðs. And thirdly, you can be secure in knowing where you are going. Og númer 3, þið getið verið viss það hvert þið eru að fara. For you are going back, or you are going for the first time, to be with your Father in heaven. Af því að þið eruð að fara til föður ykkar á himnum. So when you truly know this, Þannig að þegar að þið gerir ykkur grein fyrir þessu fyllilega, you will be able to have the freedom þá hafið þetta frelsi to reveal the love of the Father til að endurspegla kærleika föðurins in humiliating yourself með að auðmýkja ykkur
in front of those who have betrayed you. frammi fyrir þeim sem hafa svikið ykkur. And as you serve in love, Og þið þjónið í kærleika. if people are not where they're supposed to be, Ef fólk ekki akkurat það sem það á að vera, like Judas, they will leave. eins og Júdas, þá mun það fara í burtu. They will not like to be exposed to such humility. Þeim mun ekki líka við það að vera nálægt svona mikill auðmýkt. But if there is even a tiny chance En ef það eitthvað smá möguleiki that the humble love of God will shine through you, að auðmjúkur kærleiki Guðs skíni gegnum ykkur, and that humble love will act to pull us all together. þá mun það vinna þannig að það mun laða okkur saman og nálægt hver öðru. When we know who we are, Þegar við vitum hver við erum, God will give us and this church the power to do astonishing things. þá mun Guð gefa okkur og þessari kirkju vald til að gera stórkostlega hluti. Let's pray. Við skulum biðja. Father, I think every one of us here can identify with part of this story. Kæri faðir, við öll hérna inni getum fundið okkur einhver staðar í þessari sögu. We have all been hurt. Við höfum öll verið særð We all have felt betrayed. og við höfum öll fundið fyrir því að hafa verið svikin. We've all felt wounded by people who are the closest to us. Við höfum öll fundið fyrir því að vera særð af jafnvel fólki sem sem næst okkur. My prayer for myself and all of us Bæn mín fyrir mér og fyrir okkur öllum hér, is that we will fix our eyes once again upon Jesus, að við mættum líta aftur til Jesú, so that as we do it, og þegar við gerum það, the things of this world will look strangely unimportant. og þá munu þau atriði sem í þessum heimi líta mjög ómerkilega út. And as the love of God flows into our hearts, Og þegar að þessi kærleikur Guðs flæðir inn í hjarta okkar, I pray that that love, when it is experienced, will pull us together. þá bið ég að þegar við upplifum þennan kærleika, það muni laða okkur nær hvor öðru. Because then and only then Og aðeins þá will we have the possibility to bear witness to who you truly are. munum við geta borið vitni það hver þú ert að sönnu. Amen. Amen. Þá munum við syngja sálm nr. 336. Amen.
En Guði sem megnar að varveita yður frá hrössun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína lítalaus í fagnaði. Einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesu Krist. Drottinn vor, sé dýrð, háteg, máttur og vald frá alda öðli, nú allar aldir. Amen. Skiptum í deildir. Já. Sæl og blessu öll saman og gleðilegan hvíldardag. Það er gott að sjá okkur svona mörg saman komin. Mér langaði til þess að lesa eina tilkynningu eða það er raun og veru kosning. Ég kannski þarf að skipta á milli tungumálum og þýða. Just to say happy Sabbath to you all. It's great to see so many of you here today. I have one announcement from the church board. It's actually a vote. En eins og mörg ykkar hafi tekið eftir og séð í kirkjufréttum að þá komna dagsetningar fyrir aðalfund kirkjunar árið 2022 og verður hann haldinn 19. til 22. maí. As many of you have probably seen in kirkjufréttir, the dates for the session have been chosen May 19 to 22nd. Það hefur verið venjan svo best sem ég veit til að þegar það kemur að því að velja fulltrúa að fyrir aðalfund að söfnurinn hafi veitt safnaðarstjórn umboð til þess að velja fulltrúana. As far as I know, this has been the practice here in Hafnarfjörður Church and actually many of the other local churches here in Iceland, that for the session, instead of forming a special committee, the church board has been asked to suggest the delegates. Og í ljósi þess þá vill bara safnaðarstjórn leggja fram þá tillögu að safnaðarstjórn muni útnefna fulltrúa fyrir aðalfund kirkjunar. And in light of that is standard practice, we just suggest that the church board will nominate delegates for the session. Teka fram að það er auðvitað alltaf söfnurinn sem velur endalega fulltrúana því að það er lesin upp nöfnin á einum hvíldardegi, síðan er vika sem það er hægt að hafa samband við þá safnaðarstjórn og svo er kosið hvíldardagina eftir. And just to reiterate, it's of course always the members that select finally the delegates, because we will have a first reading and then there's a week in between where you can contact the church board, and then there's a vote on the second Sabbath. So it's always the church members. Það er alltaf söfnurinn sem velur sína fulltrúa. Svo að þeir sem eru sammála því að það veri falið safnaðarstjórn að velja eða sem sagt stinga upp á fulltrú með það rétt upp sína hægri hendi, þeir sem eru meðlimir hér. And for English, for those that are members here, you can vote with raising your right hand if you are willing to have the church board to nominate the delegates, og einhver á móti, anyone oppose, þá telst það vera kosið. Takk kærlega fyrir. Mér langar til, ég komin hingað og
Og við höfum, ég held að séu nú bara svolítið margir meðlimar okkar og sumir mjög nýlega hafa átt afmæli. Og ég var að spá því hvort við getum beðið öll afmælisbörnin í mars að standa upp. Og kannski bara beðið fyrir þeim. Einhvers staðar stendur að silfur og gull á ég ekki, en það er eitthvað betra sem við getum gefið. Ég held að bænin sé það besta sem við getum gefið. Can I ask the birthday children of March to stand up? Það eru einhverju feimnir. Some are shy. Margrét var 92 í vikunni, það ekki? Það eru sumir sem að standa ekki upp, en við biðjum bara samt fyrir þeim. Elías og Elísa líka. Þetta er, við vorum með þessa venju að gera þetta alltaf. Við þurfum bara að rifja upp en við skulum lúta höfði í bæn fyrir afmælisbörnunum. Kæri himneski Faðir, við viljum bara biðja þig að blessa sérstaklega þá sem eru núna að áttu afmæli í liðnum mánuði. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það hverjan dag og hvert ár sem þú gefur okkur til að vitna þinn kærleika, og við biðjum þig að blessa þessa einstaklinga, biðjum þig að gefa þeim þinn heilagan anda og leiða og vera með söfninum öllum í Jesú nafni. Amen. Ég kem hérna aftur fyrir hönd Adra. Ég veit ekki hvort það fengið vídeóið sem var sendt á alla leiðtoga, en ef ekki þá allt í lagi. Vonandi bara það að fylgjast með á Facebook síðu Adra, því sem að gerast, sem Adra bara að vinna ótrúlegt starf og á landamærunum og að keyra inn í Úkraínu. Þeir eru að fara með farm af sjúkrahúsdóti, mat, fötum til þeirra sem eru ennþá inn í Úkraínu. Spítalarnir allir tómir af því sem þarf til þess að hjálpa fólkinu. Svo það verða bara núna í vikunni þá keyrði safnameðlimur frá Stavanger með svona bara risatrukk fullan af spítaladóti frá Stavanger og alla leið til Rúmeníu, og þaðan var dótinu skipt á minni bíla og svo var keyrt með þetta allt saman inn í Úkraínu. Ótrúlegt hvað fólk tilbúið að leggja bara, og dásamlegt hvað fólk til í að gera fyrir náungan. Ég fekk þá blessuna að spjalla við Ingrid hérna síðasta hvíldag, og í kjölfarið því þá höfum við náð sambandi við 13 held ég, 13 frekar en 16 fjölskyldur, konur sem búa á Rauða Kross hótelinu við Rauðará, Fosshóteli Rauðará, og við Kata erum að fara á eftir. Bíllinn minn troðfullur af dóti. Þess að ég fekk lista frá vinkonu Ingridu yfir einstaklinga og hvað þau vantaði, og ég sendi út svona beiðni bara á Facebook, og stofan mín fylltist af dóti. Það var dásamlegt hvað er mikið af fólki sem til í að leggja hönd fullt af fötum sem varla notað allsstaðar að. Ein móðir úr skólanum sem ég með á Facebook, hún með samböndin í Livju, kom með 2 stóra svona alveg kassa af alls konar vítamínum og kremum fyrir börn og pela og snuð og ég veit ekki hvað. Ég vona að ég get komið þessu út, þannig að það er fleira fólk, og ég laka til að hitta fólkið á eftir. Kannski geta þau náði einhverja fleiri, þannig að ég geti losnað við allt átið, komið þau öll út. Margir sem geta fengið. Þannig að leksíðin í dag fjallar bróðurkærleika. Ég held að þetta sé það. Svo ég bara ég óbúslega órugg. Ég hef aldrei gert þetta áður. Ég hef búin að ná í kötu til þess að fara með mér á eftir þegar mér finnst erfitt að fara ein. Og en ég vona að þetta fara allt saman vel og verði bara blessun. Ég fekk bréf frá Noregi í gær, post,
þar sem að allra Norðurlandana svolítið að taka sig saman og þar voru það svona hvetja okkur til þess að vera svona vakandi fyrir því að hugsanlega væri nú að koma aðventistar út, það eru mikið aðventistum í Úkraínu og að ef að einhverjir kæmu nú, kannski ekki svo líklegt, ég veit ekki, það er ótrúlegt, fólk kemur líka til Íslands, þá er sem við langt í burti, að við séum þá tilbúin fyrir þau, að þau fá að upplifa að hér fjölskylda, að við erum fjölskylda og fá að upplifa það sem ég hef svo oft upplifað þegar ég að ferðast heiminn og koma inn í aðvent kirkju. Þó maður þekki fólki ekki neitt, þá er það samt fjölskylda einhvern veginn maður á heima og það getum við gert líka ef það er einhver. Þannig að ég ætla að reyna að finna út hvernig ég get haft samband við, ég veit ekki alveg hverjir kontaktaðilarnir eru, upp á að láta vita að við erum hérna kirkja víðsvegar landið og að ef einhver kemur sem tilheyrir að þá svona auðveldara komast inn í samfélagið þegar þú hefur einhverja fjölskyld. En við hjálpum að sjálfsögðu öllum. Það þurfa ekki að vera aðventistar. En það kannski svona einhver tengsl meiri. Svo að við höldum bara áfram að biðja og endilega haldið áfram að fylgjast með. Og það er bara ótrúlega hlutir að gerast. Og svo gaf við nefndi áðan, maður veit aldrei hvernig þetta endar. En við erum bara stöðug í kærleikanum. Og við þurfum líka að efla kærleika til hvers annars. Að við lifum í friði og sátt, séum ekki í stríði við hvort annað heldur. Því það gerir okkur erfiðara við að sýna öðrum kærleika þá. Svo takk fyrir I'm sorry. English speaking people, did you understand me? Some. Skiljuðu þið eitthvað? Well, I'm here as a representative of ADRA, and we have a Facebook page, and I'm sure that you are following what's going on, but there are amazing things happening, and just later today, me and Kata are going to go and meet 13 families that have just come from Ukraine, and they need some things that people in the church have been donating, so we're going to take it to them. And there are lots of things happening, so just keep praying. Thank you. Góðan daginn, gleðilegan hvíldardag. I come here representing the Hope Channel. Ég hérna fyrir hönd Hope Channel, Just very quickly, bara mjög stutt. if you want to share a personal experience, Ef eitthvað langar til þess að deila einhverju persónulegri reynslu með okkur, just to inspire others, bara til þess að hvetja aðra, to look for hope, til þess að leitast eftir von and to let them know that you have hope in your heart, og til þess að láta aðra vita að þú hefur von í þínu hjarta, contact me and we can share it on social media of Hope Channel. hafið það endilega samband við mig og við getum deilt á samfélagsmiðlum Hope Channel. You can tell me if you don't want to share your image or your name. Þið getið sagt mér, þið getið látið mig bara vita hvort þið viljið láta deila myndin ykkar af ykkur eða nafninu. We can always find ways to share your story Það er alltaf hægt að finna leið til þess að deila þinni sögu, with you being comfortable svo þannig að þið líði vel með það, and just to inspire others. bara til þess að hvetja aðra eða veita öðrum innblástur. Thank you very much. Takk fyrir. Sorry. Þá ætlum við að skipta í hvíldarskóla deildir. Það er náttúrulega bara, það eru örugglega hópur á portugalsku, ensku,